Allir klárir? Það var settur fundur 1481 í bæjarstjórn Vestmannaeyja 19. desember 2013. Mættir eru bæjarfulltrúarnir frá G-lista Elliði Vignisson, Páley Bárðsdóttir, Bákamann Marvi Jónsson og Gunnlaugur Pettersson. Og frá Vatnsdal, Jórunn Einarsdóttir, Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir og Kristín Jónsson. Fyrir fundinn liggja tvö mál, það almenn erindi álagning tekjustofna og gjaldskrá ársins 2014. Annan mál fundargerð ráðuneyta stjórnar, þar var í útsendu gögnum 5 liðir, en hér í upphafi fundar tillaga að tekið með inn með afbrigðum fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, 197, sem haldin var 18. desember. Þeir sem eru, og hún þá öll til umræðu á staðfestingar ef hún verið samþykkt að hún verið tekið fyrir. Þeir sem eru því samþykkt við sér að skilja með því. Það samþykkt við 7 öfnum, en hún verður þá á dagskrá fundarins í lokin og þá allir liðir til umræðu og staðfestingar. Við göngum hreint til dagskrár og það fyrst almenn erindi, álagning tekjustofna og gjaldskrá fyrir árið 2014. Þetta ykkur svo kjörsvöld. Forseti, bæjarfulltrúar, við höfum þegar tekið örlítið forskot á sæluna í umræðu útsvar, en á fundinum í dag liggur hins vegar fyrir umræða gjaldskrá og þar með talið útsvarsprósentu. Sveitarfélög í landinu hafa verið að fjalla talsvert gjaldskrá sínar. Mörg sveitarfélög eða sum sveitarfélög hafa ákveðið að hækka ekki gjaldskránar. Hjá okkur ekkert slíkt fyrirhugað, en við komum til með að leggja höfuðáherslu á að lækka útsvar og eins og við ræddum við gerð fjárhagsáætlunar að þá hugmyndin að fara með útsvarið úr hámarki niður í 13,98%. Síðan við ræddum þetta við gerð fjárhagsáætlunar þá hafa þau tíðindi borist að hámarksútsvar sveitarfélaga verði hækkað og verði þá ekki lengur 14,48%, heldur 14,52%. Og þetta gert til þess að mæta kostnaði sveitarfélaga, fyrst og fremst til að mæta kostnaði sveitarfélaga við rekstur málaflokks fatlaðra og það þarf ekki mikla stærðfræðiþekkingu til að sjá að lækkun úr 14,52 í 13,98 meiri heldur úr 14,48 í 13,98. Engu að síður liggur hér fyrir tillaga sem svohljóðandi, með leyfi forseta. Bæjarstjórn samþykkir að útsvarsprósenta árið 2014 verði 13,98% og lækki úr hámarki sem að annars væri 14,52%. Nú í greinargerð segir í nýsamþykktri fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2014 var gert ráð fyrir að útsvarsprósenta lækki úr hámarki 14,48 yfir 13,98. Síðan þá hefur ríkið tekið ákvörðun að hækka leyfilegt hámark í 14,52% og vert að hafa það í huga að tekjuskattur til ríkisins lækkar samsvarandi prósentu, þannig að niðurstaðan fyrir launamenn óbreytt. Á seinustu árum hefur allt kapp verið lagt á að treysta rekstur sveitarfélagsins til framtíðar. Nú í lok árs 2013 staðan svo að lán hafa verið greidd niður fyrir 3.400 milljónir frá árinu 2006. Ég endurtek, við erum að borga niður lán sveitarfélagsins fyrir 3.400 milljónir frá 2006. Og miðað við fasta greiðsluáætlun verður Vestmannaeyjabær skuldlaus innan 4 ára. Á næsta kjörtímabili á Vestmannaeyjabær að vera skuldlaus, bara með föstum greiðsluáætlun. Í viðbót við niðurgreiðslu skulda hefur verið hagrætt í öllum rekstri og þjónustueiningar gerðar hagkvæmari. Það þannig sem okkur hefur tekist að auka þjónustu en skapa leið svigrúm til útsvarslækkunar. Það skoðun stjórnenda Vestmannaeyjabæjar
að nú þegar Vestmannaeyjabær þolir að lægra hlutfall sem dregið af launum bæjarbúa, þá eigi þeir sjálfir, bæjarbúarnir, að njóta þess með auknum ráðstöfunartekjum. Frekar heldur en að rekstur sveitarfélagsins sé þannig út. Við teljum einfaldlega að fólk sé sjálft best til þess fallið að meta hvernig það ver fjármunum sínum. Undir þetta skrifa Elliði Vignisson, Páli Borgþórsdóttir, Páll Barði Jónsson og Gunnlaugur Grettisson og skilir þetta eftir gefið gott við ef að aðrir bæjarfulltrúar myndu vilja kvitta þar undir. Ég veit það. Þökkum bæjarstjóra Eir, orðið laust. Jóhann, gjörðu svo vel. Jóhann, gjörðu svo vel. Mamma það. Áður og góði gestir, það má kannski bjóða ykkur sæti. Gangi ykkur vel bara. Ég hyggst ekki greiða þessu atkvæði mitt og vísa í bókum sem var lögð fram á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar sem ég tel eðlilega að halda áfram að byggja upp öflugt sveitarfélag og öfluga þjónustu og nýta þá fjármuni sem við höfum tök á að afla, eða þeirra tekna, nýta þeirra tekjur sem við höfum ráð á að afla í þá þjónustu. Þannig að ég greiði þessu ekki atkvæði og vísa einfaldlega í bókum sem að lögð var fram á síðasta bæjarstjórnarfundi. Þökkum Jóhanni fyrir, orðið laust. Elliði gjörðu svo vel. Forseti, það er fátt sem kemur svo sem á óvart í þessari afstöðu, enda hún svipuð þeirri afstöðu sem að hér var höfð uppi í umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið þegar við ræddum útvarpsprósentu og mjög í anda þeirra flokka sem að bæjarfulltrúinn Jórunn Einarsdóttir hefur verið kennd við og þá aðallega Vinstri græna. Og í raun og veru mjög eðlilegt að í umræðu grundvallarþætti að þá sé fólk sem að sitja fyrir ólíka flokka ósammála. Ég hef hins vegar verulegar áhyggjur af því þegar að pólitískt kjörnir fulltrúar telja þeir eigi orðið einhverja sérstaka heimtingu á hlutfalli launa almennings. Að það sé eins og það sé verið að fórna einhverju ef að ákveðið er að taka minni skerf af launafólks og leyfa þeim sjálfum að vega og meta hvernig þau nota launin sín, að þá sé eins og það sé verið að vannýta einhverja auðlind. Þetta er ekki þannig. Þetta er ekki vatn sem að framstreymir og enginn notar ef að ríkið eða sveitarfélög taka það ekki til sín. Þetta er einfaldlega peningar sem fara inn í heimilin. Þetta eykur ráðstöfunartekjur heimilin. Og þess vegna, að þegar að svigrúm gefst til, tel ég æskilegt að lækka álögur á launafólk. Og núna, þegar við erum að koma sveitarfélaginu, þetta vel fyrir vind, og þegar að tekjur sveitarfélagsins hafa aukist jafn mikið og verið hefur á seinustu árum, að það eigum við fyrst og fremst að leyfa þeim sem að við eigum allt undir, launafólkið, að njóta þess. Það er mín pólitíska sannfæring. Og þetta er nákvæmlega sama umræða og við verðum vitni að í umræðum á Alþingi. Á seinustu dögum þessa þings velja þingmenn að auka álögur 300–400 milljónir og standa svo og fagna eins og þeir hafa unnið sigur. Ég er bara innilega á móti slíka aðferðafræði, alveg saman hvort hún er hjá ríki eða sveitarfélögum. Við eigum að sinna okkar rekstri af kostgæfni, við eigum að reyna að reka okkar stofnanir og veita okkar þjónustu á sem hagkvæmastan máta og ef að það er þá hægt að lækka álögur á heimilin í Vestmannaeyjum, þá eigum við að gera það.
og það verður gert fyrir árið 2014, en auðvitað þarf að fylgjast vel og vandlega með þessu. Og ef að forsendur eru á leiðinu úr göndunum, þá alltaf hægt að hækka þetta aftur. En núna svigrúm, nú skulum við nota það. Þökkum bæjarstjóra fyrir, orðið laust. Jóru Gilsur. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Núna svigrúm, segir Elliði Vignisson bæjarstjóri. Nú nálgast líka kosningar og þá eru þetta kjörið að taka ákvarðanir sem að vekja vinsældir eða eru vinsælar eða vinsælli. Ég hins vegar alveg sammála því og tek undir það að hér í þessari afstöðu okkar kristallast auðvitað þessi hugmyndafræðilega ágreiningur, þessi pólitíski ágreiningur, þessi pólitísku afstöðu sem við höfum, hvort á sínum vængum kannski. Þetta auðvitað ekki nema bara flatur afsláttur eða flatur niðurfelling. Þetta er sama prósenta, þetta er 1% og þannig að þeir sem auðvitað eru tekjuhæstir, þeir njóta kannski mest af því sem þarna tilfellur. Það er þeir sem hagnast af þessari breytingu kannski fyrst og fremst. En ég meina, við erum að tala sameiginlega sjóði sem við öll höfum aðgang af, sjóðir sem að dekka alla þjónustu sem að sveitarfélagið heldur úti. Og ég er bara einfaldlega ósammála þessari hugmyndafræði. Ég tel að það sé eðlilegt að byggja frekar upp og efla þjónustuna. En við erum ósammála það. Ég tel þjónustuna ekki eins góða og mögulega gæti orðið. Sjálfstæðismenn eru mér einfaldlega ósammála. Og í þessu þetta munur. Á þessu munur. Og það auðvitað eðlilegt að við séum ósammála kannski þetta. Enda algjörlega sitt og megin á pólitíska litrófi. Þökkum Jóru fyrir, ekki fá Vignisson. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, við erum ósammála í þessu. En það var svona tvennt sem að við erum búin að ræða þetta áður, að þetta verður síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við erum að fara yfir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og samþykkja þær forsendur sem að ná fyrir henni og fjárhagsáætlunina. En þá í rauninni verkefnið fyrir sér. Í bókuninni sem að bæjarfulltrúarinn Jóru vísaði sem hún lagði fram í síðasta fundi og eins og hún kom fram hérna í punktu, að þá vísar við þess að það verður næra að auka þjónustu. Það verður að auka þjónustunni í bæjarfólk. Þannig að við ætlum að taka eins mikið og mögulega getum af peningum í bæjarfólk og nýta þá alla og ef við höfum eitthvað við að gera, þá höfum við bara að bæta ykkur á þjónustu. Bara bæta við starfsfólk einhvers staðar eða auka þrátt fyrir að það sé kannski ekki þörf á. Því að nú er sveitarfélagið mjög rekið, íbúarnir ánægðir með þjónustu og þjónustunni sem sveitarfélagið er að veita. Það kemur nú bara fram í nýrri skoðanakönnun hjá Kapacity ánægð og hversu ánægðir íbúar sem að lesi og það er mjög ánægðilega niðurstöður fyrir okkur. Og ég vil bara líka segja það að fyrst að bæjarfulltrúar minnist á kosningar í vor, að þá skelfir það mig. Það skelfir mig að hlusta á bæjarfulltrúa sem ætla sér jafnvel að bjóða sig fram á í vor og tala og mæla fyrir útgjaldaaukningu í rekstri á sveitarfélagi með því að taka meira fé frá almenningi. Þetta skelfir mig og ég þarf bara að benda á þannig kemur í greinargerðinni með tillögur okkar í meirihlutanum. Það sem kemur fram að það er búið að greiða niður lán sveitarfélagsins fyrir 3,4 milljarða síðan við tókum við 2006. 3.400 milljarðar. Þetta eru einhver smápengar. Þessi aðgerð niðurgreiðsla lána sem var ákvörðun sem voru teknar hérna með heilum hug af fulltrúum meirihluta seinna og farið grimmt í að greiða niður lán og sem betur fyrir bara þú gæfi þess að vera búin að greiða niður öðru lán áður en að gengishrunið kom, bankahrunið. Hvernig hefði þetta verið? Ef menn hefur sittið þá að völd sem var með aðra hugsun og þá hugsun að það ætti frekar bara að bæta þjónustuna. Nei, við erum bara með lán, við skulum bara halda fram að borga þau af þeim sem reglulega afborgunum sem við þurfum að borga þau upp, ef við ekki bara auka þjónustuna. Í hvaða sporum væri það? Þessi staða, þetta svigrúm sem hefur skapast þess að geta lækka útsvarið, þetta var ekkert að verða til í dag.
þetta búið að vera að vinna þessu lengi. Hagur Vestmannaeyjabæjar hefur batnað mjög mikið og það sést bara þessum tölum. 3,4 milljarðar. Þannig að ég segi bara aftur, það skelfir mig ef fólk kemst til valda í Vestmannaeyjum næstu kosningar sem á þessari hugsun að það ég alltaf bara að bæta í þjónustu. Það er mjög alvarlegt því að þetta ekki peningar sem við eigum. Þetta sameign okkar og þetta bæjarbúar sem eiga þessa peninga. Það eru þeir sem hafa lagt sitt af mörkum og við erum að fá hlutfall þeirra tekjum. Og ég skil ekki hvað svona hættulegt við það að leyfa fólki að eyða sínum eigin tekjum. Það ætti bara að vera jákvætt að fólk fái meira en ekki handa. Það er ekki eins og menn tala allir að Vestmannaeyjar hafa heimilega mjög alvarlegt vandamál á Íslandi, alveg frá hruni. Þannig að þetta ætti að vera eitthvað sem við getum öll fagnað. Þökkum Páli fyrir orðiðlaust. Hvað segja nokkur orð. Það var til bara hvert einasta orð sem bæjarfulltrúi Páli sagði hérna eftir. Og til viðbóta því að hafa greitt yfir allar þessar gríðarlegu upphæðisskuldir þá hefur verið að byggja hérna. Við erum með nýtt útisvæði, við erum með Víðáttúhús, við erum með eldtímaverkefnið, við erum með mikla framkvæmdir í miðbænum, við erum með dælurstöðvar og guð má vita hvað sem hefur verið að framkvæma á þessu tíma líka. Og samt það staðan svo og keypt tilbaka allar eignirnar sem seldar voru á sínum tíma til eignarfjöldi fasteigna. Þannig að fyrir utan að gríðarlega mikið af skuldum hefur verið mikið framkvæmt og allt gert án þess að fara í lántökur. Og það auðvitað stóru og merkilegu tímamótin. Og ég mjög stoltur því að vera að taka þátt í því að lækka hérna húsverðið og nákvæmlega sem kom fram hérna í máli bæjarstjóra. Ef á öðrum tímamóti öðruvísi áfram, þá var sjálfsögður hægt að nýta þetta og fara þó í fara í fulla heimild til álagningar húsnæðis. En á meðan áran eins og þá var sjálfsögðu eigum við að gera það sem við erum að reyna að gera hér í dag. Og ég er samfærður það og mjög ósónið sem kom fram hérna í máli bæjarstjóra að við eigum að taka meira á og þjónusta meira. Þetta látum fólki sjálf ákveða hvað þeir ætla að gera við þetta fé sem þarna aðurum kostum er nefnir bæjarins í þá aukna þjónustu. Það líka mjög gaman að sjá, eins og kom fram í máli Páli Þórðarsdóttur að samkvæmt ánægjukönnun Capacent erum við að mælast alveg gríðarlega. Þannig að bæjarbúar eru heilt yfir ánægð með þjónustuna og engin ástæða landsina en að stíga þetta skref og gera það bara fullu krafti og á fullu stolti. Orðiðlaust. Kristín Gjörsvöld. Forseti bæjarfulltrúar. Snortalegilegt að endurtaka mig en við rættum þetta á síðasta fundi og þá satt ég hjá í þessari atkvæðagreiðslu. En af því að nú erum við eða í þessari umræðu nú erum við að greiða þetta atkvæði. Ástæðan fyrir ég sitt hjá ég hef ekkert á móti skattalækkun. Ég væri bara alveg til í að borga bara 10% í skatt eða bara en það var því miður samfélagið ekki svoleiðis. Það þarf bara meira að reka þetta fína samfélag okkar að það ekki hægt að fara með skattana niður úr öllu valdi. Það þarf þessa peninga. Og þess vegna ég ætla að halda við það að sitja hjá einfaldlega að þeirri ástæðu að ég ekki á móti þessu. En spurning alltaf í svona þegar þetta er föst prósentutala, þá eru ákveðnir sem myndi alveg vegna að borga þetta fram gömlu töluna og meðan að þetta getur skipt máli fyrir þá sem erum tekjulægri og ef við tökum þetta út frá því og ég vil alltaf taka undir það að þetta sé óábyrgt hjá Jórunni þegar hún sér fram á eða hefur áhyggjur af því að þetta sé ekki hægt að bjóða góða þjónustu. Þetta er eitthvað sem maður bara ræða á þess að það sé eitthvað óábyrgur í tali. Að ég partur af því að vinna hjá þessu sveitafélagi og reyna að leggja mitt af mörkum til þess að hér farið vel með peninga og við séum hér ána saman í þessu sveitafélagi. Þannig að ég út frá mér að mér finnst þetta margan hátt. Mér finnst þetta skattalækkanir, það eru háir skattar í þessu landi en við þurfum að borga skatta. En í prinsipinu er ég ekki móti þessu. Þannig að þetta er ástæðan fyrir því að ég sitt hjá hér. Þökkum Kristínu fyrir, orðiðlaust. Ég er ekki fyrir ljóðlega að segja hérna á örfóðinni fyrir frá þessu sem kom fram í máli bæjarfulltrúans Kristín hérna.
Ég ætla bara að skora á bæjarfulltrúana að vera samkvæmt sjálfur sér og samkvæmt sinni trúa og taka þátt í þessu, skrifa undir fókurinn og gera það, en sjálfsögðu henni það sjálfsagt hvað hann gerir í því. En hér erum við á eigin forsendum og eigin samvinsku og ef við komum á sem eru mögulega ekki þannig að fylkingarna séu saman þá getum við sem einstaklingar tekið alltaf aðstöðu og ég skora á fólk að gera það er okkar verkefni og það eigum við að gera í hvívetna, alltaf. Við erum hér að vinna einstaklega eigin samvinsku og eigin samfæringu og hún hæðst í þessu en ekki flokkadrættir eða fylkingar. Orðið laust. Ef að enginn hverjus ljós þá komum við til atkvæðan fyrsta lið sem álagning tekjustofna og gjaldskrá fyrir árið 2014, þeir sem eru því samþykki vísitala skilmerki. Einhverju móti. Það samþykkt með 4 atkvæðum, 2 á móti og 1 sem já. Þá það annað mál á fundargerðinni það eru fundargerðir ráðanefnd og stjórna. Þar erum við með núna þá 6 fundargerðir sem eru fyrir hérna. Við byrjum á fundargerð framkvæmda Botnarás sem fundur nr. 159 og 3 sem síðast lið. Liðir 1-3 eru staðfestingar, þeir sem eru hreyfliður samþykkir vísitalaskip. Ég býtum við, þetta kemur öðru í Já, lánaði mér hérna þetta blað, ég hef ekki. Já, ég byrst velringar, ég var með náttúrulega. Við vorum svo svolítið hérna. Ég byrst velringar á þessu, við vorum að sjálfsögðu hérna í útsendingöfnum var aðeins öðru sem sett, en þarna vorum að fjalla álagningu útsvars fyrir árið 2014. Og það voru 4 sem samþykktu, 2 satt hjá og 2 voru móti og 1 satt hjá. Þá það álagning tekjustofna og gjaldskrá fyrir árið 2014, byrst velringar á þessu. Með Elli Vignisson, gjör svo vel. Forseti, fyrir viku liggja drög að álagningu gjalda fyrir árið 2014 og ef við byrjum á álagningu fasteignaskatts Hólfarsgjalda, sorpeyðingar og sorpeyðinggjalda. Að fasteignaskattar og húsnæði verði eftirfarandi hlutfall fasteignamati þeirra samkvæmt öðrum kafla laganna tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með síðari breytingum og reglugerðin fasteignaskatt nr. 1160/2005. A. Íbúðir og íbúðarhús, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði og sumarbústaðir beri 0,42%. Allar aðrar fasteignir 1,55%. Hólfarsgjald af fasteignamati og húsa og lóða samkvæmt reglugerð A. Íbúðir og íbúðarhús, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði og sumarbústaðir beri 0,20% og allar aðrar fasteignir 0,30%. Þriðji liður. Bæjarstjórn samþykkir að lagt verði sorpeyðingjald af hverri íbúð kr. 34.337 og að A. Sorphirðu og tunnugjald verði 14.060 kr. á hverri íbúð. B. Sorpbrennslu og sorpeyðinggjöld fyrirtækja samkvæmt samþykktri gjaldskrá og meðhöndlun úrgangs sem tekur gildi 1. janúar 2014. Fjórði liður. Gjalddagar fasteignagjalda skulu vera 10, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september, 15. október og 15. nóvember. Fimmti liður. Dráttarvextir reiknast að gjaldföllum fasteignagjöldum 30 dögum eftir gjalddaga. Sjötti liður. Bæjarstjórn samþykkir að veittur verði 5% staðgreiðslu afsláttur af fasteignasköttum, Hólfarsgjaldum samkvæmt liðum 1 og 2 hér að ofan og séu fullu greitt eigi síðar en 7. febrúar 2014. Og sjöundi liður. Bæjarstjórn samþykkir að fella niður fasteignagjöld, ellilífeyrisþega og öryrkja samkvæmt neðangreindum reglum. Og síðan koma þær reglur sem við höfum áður samþykkt og óþarf að tíunda hér nema sérstaklega sé óskað eftir. Þakkum bæjarstjóra fyrir. Orðið laust. Ef einhver hversu Elli Vignisson. Hann þarf að fara í anstæði sjálfa sig. Forseti, ég vildi bara vekja athygli bæjarfulltrúa á hversu mikið hækkun á öllu því sem tengist sorphirðu hjá sveitarfélagi.
það orðið óhemju kostnaðarfrekt að farga sorpi í Vestmannaeyjum og reyndar víðar á landinu. Og ég hef af þessu stórar og þungar áhyggjur. Vandamáli sem við stöndum frammi fyrir það að á seinustu misserum var hafin herferð hér í landi gegn sorpbrennslustöðum. Og við reyndum eins og við gátum að verja þá sérstöðu sem við höfum hér, að brenna sorpi og nota varmann af því til að hita húsin okkar. Við reyndum að benda á hversu mikil umhverfisvænt það að nýta sorpið okkar til húshitunar af því að við erum á köldum svæðum. Allt kom fyrir ekki. Þáverandi stjórnvöld einsettu sér að hér skyldi sorpbrennslustöð lokað. Það var alveg saman þótt við bendum á það að búið var að ná niður rykmengun, búið var að ná niður díoxínmengun og fleira að sorpbrennslustöðin var orðin umtalsvert betri heldur en hún kom ný. Við vorum komið niður fyrir öll viðmið. Það voru einfaldlega sett ný viðmið. Af því að þáverandi umhverfisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, ætlaði sér að loka öllum sorpbrennslustöðum í landinu. Og það tókst henni. En það ágætt að fara yfir það hver ber kostnaðinn af þessu. Það nefnilega þannig að sorpbrenningagjald hækkar á hverja íbúð úr 19.454 krónum í 34.337 krónum. Þetta 77% hækkun. Og það ekki lítið. Og af hverju þetta svona mikið hækkun? Það einfaldlega vegna þess að þið setjið sorpið í tunnuna heima hjá okkur. Þið eru búin að vaska þetta allt upp og hvað það heitir. Síðan kemur bíllinn og tekur þetta og fer með til frekari flokkunar. Þaðan þetta sett í gám. Gámurinn fer í Herjólf. Siglir með það hér yfir. Það farið, það þarf að keyra sorpinu nánast út á Skagaströnd. Það þarf að keyra sorpinu fleiri 100 kílómetra. Í staðinn fyrir það við brennum það og notum það til að hita húsin okkar. Og allt þetta gert í nafni umhverfisverndar. Þannig að ég hef af þessu gríðarlega áhyggjur. Sorpið og tunnulegu gjaldið, það kannski bara eðlileg hækkun á því úr 13.597 krónum í 14.060 krónur. Það 3% hækkun. Þannig að það á þessu, það eðlilegt að bæjarfulltrúar hafa á þessu skoðanir og að við höfum að þessu áhyggjur og ég held að við verðum einfallega að byrja að skoða það aftur hvort við eigum að fara að brenna sorpi í Vestmannaeyjum á ný. Þetta bara of mikill kostnaður fyrir heimilin og það algjörlega óþolandi svo umhverfistöffara mennska sem hér hefur verið í lífi og felst í því að fólk belgir sig út á óábyrgan kostnað en það bara aðrir sem greiða kostnaðinn af þessu. 77% hækkun á íbúi Vestmannaeyjum. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri fyrir. Orðið laust. Ég voru ekki svo. Forseti, bæjarfulltrúar, fólkvendur og áheyrendur. Þessi þrusuræða bæjarstjórans náttúrulega eru kjörin rök fyrir því sem ég að nefna hér áðan varðandi þessa þjónustu sem til á höndum sveitarfélagsins og greitt með þessum útsvæði sem við erum að sjálfsögðu eða meirhlutinn eða samtökin að leggja. Þetta þjónustugjöld. Þetta ekki misskilning. Já, við hljótum að ákveða það hvernig við veitum að aðstöðum okkar fjármunum. Ég greinilega þá að misskilja þetta.
big time. Leiðrétti mig frá hér. En ég er sem sagt að ítreka það hér. Ég hlæði ekki bara mér. Þjónusta á vegum sveitarfélagsins, hún á að vera öflug. Við veitum hana með ráðstöfunartekjum íbúa þessu sveitarfélags. Við ráðum hvað að gera með þessu peninga. Þakka mjög fyrir, Elli Gjósur. Forseti, við ráðum hvað við gerum þessa peninga. Þetta var aðeins að reyfi það sem ég sagði hér áðan. Þetta eru peningar sem eru í eigu íbúa í Vestmannaeyjum. Þetta eru peningar, lækkunin á útsvari skila sér í fjármunum inn í heimilin, einfaldlega vegna þess að við teljum að bæjarfulltrúar eigi ekki að ráða hvernig farið með það. Það er líka ágætt að hafa það hugfast að sveitarfélagið veitir þjónustu og það sem að ýmiss konar þjónusta sem að Vestmannaeyjabær veitir eins og önnur sveitarfélög eru greidd af þjónustugjöldum, ekki af skattfé, heldur af þjónustugjöldum. Það er ekki þannig að sveitarfélagið geti notað fjármagnið eins og það vill. Það er til dæmis ekki þannig að við getum tekið þjónustugjöld af höfninni inn í rekstur sveitarfélagsins. Það er óheimilt samkvæmt lögum. Og það er ekki þannig að við ráðum bara hvað við gerum við fér. Þetta er, þannig virkar hlutirnir ekki. Og það vita bæjarfulltrúar. Saman hvernig það er velja að segja hér. Þjónustugjöld og skattar eru alveg sitthvort fyrirbæri. Að þessu sögðu, þá rifja ég það upp að ástæðan fyrir því að sorphirðugjöld eða sorpeiningagjöld er að hækka 77%. Það eru ákvarðanir teknar af fyrrverandi heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur. Umhverfisráðherra Svandísi Svavarsdóttur. Það að eigi að hækka útsvar á bæjarbúa í Vestmannaeyjum og minnka ráðstöfunartekjur heimila í Vestmannaeyjum út af umhverfistöffaramennsku. Ég er því svo heitt og innilega ósammála að ég nánast á ekki orð til að lýsa hversu ósammála ég er. Mengunin frá sorpbrennslustöðvun okkar var viðráðanleg. Mengunin sem því fylgir að farga sorpi frá Vestmannaeyjum með því að flytja það með Herjólfi í gámum, með því að keyra með allt sorp fleiri 100 kílómetra vestur á land og grafa það þar í jörð, er ekki sú leið sem að ég hef trú á í umhverfismálum. Það er mikil mengun af því. Förgun sorps hún mengar. En það þarf að finna hagkvæmustu leiðirnar. Og ef að þetta var ekki nóg til þess að sannfæra fólk, höldum við þá líka til haga að við erum að brenna dísilolíu til þess að kynna húsin okkar. Við erum á köldu svæði. Og það þegar við getum ekki brennt sorpið, þá þurfum við að kaupa dýrari orku. En það dýrastu sem er til, brennsla olíu. Og ætla svo einhver að stíga hér í þennan ræðustól og segja mér að það sé ekki mengandi að brenna dísilolíu. Þannig að alveg burt sér frá þeirri umræðu, hvort að við höfum að hækka bara útsvarið til þess að greiða niður sorpið, þetta er sama fólki sem borgar þetta í bæði skipti. Nákvæmlega sama fólki. Það eru heimilin í Vestmannaeyjum. Þannig að það sem þarf að gera, að í staðinn fyrir að koma alltaf með þá lausn að hækka gjöldin á fólk, þá þarf að finna skynsömustu og hagkvæmustu lausnina í meðferð sorps og vera þess minnu að það er kostnaður
sem fylgir svona ákvörðunum. Og hann greiddur í þetta skipti mest af íbúðum í Vestmannaeyjum, íbúðum á Ísafirði, íbúðum á Hornafirði og íbúðum á Klaustri. Þökkum bæjarstjóra fyrir orðið laust. Jóra Gjörsvöld. Já, forseti, bæjarstjóra ætla bara aðeins að fá að leiðrétta hér eitt og annað sem virðist vera að komast ítrekað fram hérna. Í fyrsta lagi þá ég svo eina sem tjáði þetta mál annan bæjarstjóri og það virðist að komið. Mér las þá orðum með að heimist bæjarstjóri að gefa það í skyn að svo sem hér talaði, ég þá væntanlega að gefa það í skyn að það væri ekki mengandi að brenna dísilolíu. Ég ætla bara hafna því alfarið að það sé verið að bera upp á mig eitthvað slíkt. Í öðru lagi þá ég ekki að leggja til að hækka neinar álögur. Mér finnst mjög mikilvægt að það komi fram. Ég að tala um það að halda útsvarsprósentinu óbreyttri. Óbreytt útsvarsprósentan því ekki hækkun á álögum. Og ég bara ekki tilbúin til að sætta mig það að þeir sem komi hér upp í ræðustól úr Sjálfstæðisflokki séu að leggja mér þau orð í munn. Takk. Þökkum Jórunni fyrir. Það enda þannig að í ákvörðun áðan var að ræða lækkun. En það var viltíðin frá því vorum tölum síðast, þá var komin fram aukin heimildis hækkunar til að hækka hámarksútsvarið. Það þýtt að hækka, ef við farið þó þá leið sem að bæjarstjórinn laði til, að nýta okkur hámarksútsvarið hefði verið að hækka frá fyrra ári. Það er alveg ljóst. En einhverja síður snýrist það fyrst og fremst að hvernig umhverfinu best fyrirkomið í þessu og ég algjörlega samanlega sem kom fram með Móra bæjarstjóra að það að keyra fleiri hundruð kílómetra með sorp til urðunar á öðrum stað á landinu, það engan veginn umhverfisvænt og maður verða að skoða heildarpakkan í þessu máli. Orðið laust, Kristi Gjörsvöld. Forseti bæjarstjóra, ég ætla að lýsa mig í þessari sorpumræðu mjög mikið sammála bæjarstjóra því sem framkom í hans ræðir áðan varðandi þetta sorpmál hér. Eitt náttúrulega að það ekki ásættanlegt að það sé brennt þannig að við sem lengja okkur andrúmslofti, en vissulega vorum við búin að mæta því eins og það var hægt. Við fengum kerfi í staði sem ég ætla bara að lýsa mig hér með reiðubúna til þess að taka þátt í allri vinnu sem að menn vilja fara í til þess að endurskoða þetta kerfi sem fengum í staðinn fyrir brennsluna sem ekki bara að brenna umhverfis óvænni olíu heldur hvað þetta sé sett á skipin sem þurfa að fara með sorpið okkar í allar heimsins álfur og svo þetta arfa vitlausa flokkunarkerfi og flokkunin ofan í plastpoka, þið veitum öll hvað þeir eru umhverfisvænir og bara, ég get ekki ímynda mér annað en mitt fólk líka inni með vinstra megin við borðið sé tilbúið í að við bara þurfum að skoða þetta og þrátt fyrir hvað þetta arfavitlust þess að við fengum í stað fyrir brennsluna þá kostar þetta miklu meira og þetta var ekki búið að skipuleggja þetta nokkur staðar á landinu. Það ekki bara þetta svona vitlausverðing okkur, heldur alls staðar sem verið að þroka rusl. Það ekki verið að gera þetta, menn veit ekkert hvert að fara með þetta. Og ég myndi alveg trúa því að eitthvað af því sem flutt úr landa þessu rusl og hvað sem gert þessu, svo það brennið einhvers staðar. Og ég bara veit að ég kannan að því ég sé líka hvernig þetta flokka svona rusl og endurvinnað og þessi gert almenna, en það ekki verið að gera þess. Og langur vegur í að það verið að gera. Takk fyrir. Þakkum Kristinu fyrir, Pála Gjörsvöld. Forseti bæjarfulltrúar. Já, vegna þessara ummæla það að bæjarfulltrúinn Jón Heimst vildi ekki hækka útsvarið, að þá sagði hún þetta áðan, náðans orðrétt, að hún vildi að bærinn myndi ná í allar þær tekjur sem hann hefur tækifæri á að afla. Í dag, eftir hækkunum á útsvarinu sem að sambandið hefur kynnt fyrir öllum sveitarstjórnarmönnum með 12% og við fengum öll framsett til okkar, að þá útsvarsprósentur orðinn 14,52%. Þannig að það að sækja allar þær tekjur sem að sveitarfélagið getur aflað þýðir hækkun. Það þýðir hækkun frá óbreyttu útsvari eins og bæjarfulltrúinn kallaði það sem var 12,9
90 ár. Með því værum við að auka álög á bæjarbúa. Í staðinn fyrir það höfum við tekið ákvörðun það að lækka útsvarsprósentuna og þrátt fyrir það að við höfum heimild til þess að bæta þarna frekar í og auka þetta ennþá frekar, og þá ætlum við ekki að gera það. Og þetta mjög gleðileg tíðindi, þetta mjög gleðileg tíðindi fyrir íbúa þessa samfélags sem að njóta allir. Og eitt sem kom fram í máli bæjarfulltrúans Jórunnar áðan líka varðandi það að þetta væri ósanngjarnt. Lágjólunum þetta væri eitthvað á þá leið að þeir myndu njóta það sem þetta væri hlutfallslega hækkun, þá myndu þeir njóta þess mest sem hæstar höfðu tekjurnar. En ekki hvað. Það ekki svo það hafi sé eitthvað leyndarmáli að þeir sem eru með hæstar tekjurnar þeir tóka langt hæstu skatta. Algjörlega. Þegar vel áriði sjávarútveg þá fær Vestmannaeyjar bara gríðarlegar tekjur. Miklu hærri útsvarstekjur heldur en þegar illa veiðist. Þetta sjáum bara glöggt í bókum bæjarins og engin ný lunda. Og auðvitað eiga menn að njóta þessi hlutfalli við það í hlutfall, annað væri bara óeðlilegt. Þetta fagnaðarefni þessi áfengi með útvarsprósentuna. En varðandi sorpið, að þá það náttúrulega grafalvarlegt og það annað sem líka alvarlegt varðandi förgun og sorpið. Og það það að við sjáum fram það að þessi kostnaður muni bara aukast. Út af því að urðunarstaðar á Íslandi eru mjög fáir og eins og allir gerir sig grein fyrir að vera að grafa með eitthvað sorp sem hægt að brenna, þá þetta þessum stöðum fætt. Þeir eru fáir, þeir takmarkar fjöldi staða, urðunarstaða og þeir eru fyllast. Þannig að í hvernig stöðu haldi þegar þeir eru sem að fara með þessu urðunarstaði eftir því sem að þrengir að þeir. Auðvitað hækkar bara verð. Og okkur lendir það. Það lendir bara á íbúum sveitarfélaga. Engum veginn. Það lendir alltaf á heimilum. Þetta rosalega flott og rosalega fallegt að segja að allar sorpbrennslustöðvar sem brenna rusli með einhverja skorsteina séu ljótar og slæmar fyrir samfélagið. Þetta er bara klárlega rangt. Og við börnumst fyrir þessu eins og ljón. Það var nú viðtöl manni eftir í útvarpsviðtöl við Elliða meðal annars díoxínmengun þar sem og birtar voru niðurstöður á mælingum þar sem 13 brennur og flugvelda og það sem þeir skotið um flugveldum og brennur á áramót og varðveldar og allt þetta er ekki oft hjá okkur ára, ég vil bara tengst þetta 13 og áramótanum að þetta er langstæðsti hlut af þetta díoxínmengur á Íslandi. Mér myndir að þetta hafi verið 30–40% að það kemur vegna þess að það stöður flugveld og út í hvað við komum við allan brunna verið til díoxín, það fer eitthvað. Ef að banna allan kaminur á Íslandi, við erum komin til rugl, við erum komin til svo mikið rugl og við erum að búa til kostnað á borgarana. Þetta er náttúrulega bara, þetta var vond ákvörðun og ég var svo sannarlega að það var hægt að mynda ofan í þessu í framtíðinni. Svona fyrir hagsmuni okkar borgara þessa lands. Þökkum Báriði fyrir. Kannski beinu framhaldi hennar orðum hérna. Það má ekki ekki bara áhuga heimilinn með beinum hætti í formi hærri sorpgjalda. Þetta leggst líka á öll fyrirtæki sem þurfa að losa sig við sorp og úrgang sem þýðir að sjálfsögðu hærra vöruverð og hærri þjónustugjöld. Þannig að það er víða sem þetta hefur gríðarlega áhrif. Síns bæjarstjóri vera að biðja borðið. Þetta er Gjörsson. Forseti, meirihluti hyggst leggja frá svohljóðandi bókun undir þessu lið. Bæjarstjórn lýsir yfir miklum áhyggjum af þessari miklu kostnaðaraukningu sem orðið hefur í meðferð sorpmála. Lokun sorpbrennslustöðvar í sveitarfélaginu sem eingöngu má rekja til ákvörðunar fyrrverandi umhverfisráðherra hafa nú leitt til 77% hækkun sorpbrenningagjalda. Bæjarstjórn lýsir ábyrgðinni á kostnaðaraukningu því alfarið á það fólk sem neitaði að skilja sérstöðu Vestmannaeyja og annarra sambærilega staða þótt á það hefur verið bent í aðdraganda ákvörðunar ofstæki gegn sorpbrennslustöðum. Undir þetta skrifa í það minnsta bæjarfulltrúar meiri. Þökkum bæjarstjóri fyrir orðið laust. Ef að engin guður til ljós að auðvitað til aðkvæm þennan annan lið í fundargerðinni sem heitir þá ánæginn tekjustofn og gjaldskrána 2014. Þeir sem eru öðrum liðinu samþykki vísari skilum ekki. Það er samþykki
7. Þá það þriðja mál á dagskrá fundarins, það fundargerð ráðuneyta og stjórna. Og þar eins og áður kom fram 6 voru 5 liðir í útsettu gögnum og svo bættist við 1 í uppæði fundar sem var tekinn inn með afbrigðum. Við byrjum á fundargerð framkvæmda og hafnaráðs, nr. 159 frá 3. desember síðastliðinn. Liðir 1-3 eru staðfestingar, þeir sem eru þeim liðum samþykki við Íslands skilmerki. Það samþykki við 7 atkvæðum. Fundargerð bæjarráðs nr. 2969 frá 5. desember síðastliðinn. Liðir 1-3 eru staðfestingar, 4 til kynningar, þeir sem eru liðum 1-3 samþykki við Íslands skilmerki. Það samþykki við 7 atkvæðum. Þá var fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs nr. 196 frá 7. desember síðastliðinn. Liðir 1-9 eru staðfestingar, þeir sem eru þeim liðum samþykki við Íslands skilmerki. Það samþykki við 7 atkvæðum. Fundargerð fræðslu- og menningarráðs nr. 262 frá 10. desember síðastliðinn. Liðir 1-5 eru hér til staðfestingar, þeir sem eru þeim liðum samþykki við Íslands skilmerki. Það samþykki við 7 atkvæðum. Þá var það fundargerð fjölskyldu- og dómsmálaráðs nr. 139 frá 11. desember síðastliðinn. Liðir 1-3 eru til staðfestingar, þeir sem eru þeim liðum samþykki við Íslands skilmerki. Það samþykki við 7 atkvæðum. Þá var það að lokum fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs nr. 197 frá 18. desember síðastliðinn. Þar eru allir liðin til umræðu og staðfestingar, en það sérstaklega liður 1 sem við þurfum að taka hér fyrir og samþykkja. Það að ræða samþykkt hundahald í Vestmannaeyjum. Það var lagður fram tillaga frá nýráðum hundaeftirlitsmanni Friðriki Páli Arnfinnssyni nýja gjaldskrá og nýja samþykkt sem ráðið var mjög ánægður og tók fyrir og samþykkti. Vilja bæja út að ræða það. Pári, gjör svo vel. Forseti, ég ætla með sömu rökum hérna í ræðinu að halda fram að þarna séum við að stíga hættuleg skref og við erum að fara út í það að leggja álögur á íbúa sveitarfélagsins með þessari gjaldskrá. Og ég veit ekki hvernig hún hljóðar, gjaldskrá, ég hef ekki séð hana. Þannig að mér langar þess að fá upplýsingar frá formanni ráðsins það hvað felst í þessari gjaldskrá, en minni á það að allt þetta, ráða starfsmann, fara að eltast við hunda og færast eitthvað í kringum þetta, hundaeigendur og skammast þeim sem hafa ekki hundana bundna og þetta. Hver borgar þetta? Íbúarnir og hundaeigendur. Íbúar sem eru íbúar sveitarfélagsins, já, algjörlega. Og ég segi þarna til dæmis erum við komið með póst sem mun vaksa. Þú veist, trúiði mér. Þessi liður, hann mun stækka. Þeir sem sitja hérna eftir ár og ræða fjárhagsáætlun, þeir verða búin að breyta þessari gjaldskrá á nógunum. Þannig að ég veit að menn hafa sumir barist fyrir og talið það að þessi forsjárhyggja í þessum málum verður bara nauðsynleg og langt best. Að það verður mikið eftirlit með öllum hundum og hundaeigendum og láta menn borga og ég veit ekki hvað það. Ég er algjörlega ósammála þessu. Ég held að langflestir hundaeigendur séu bara færir það að hugsa sína hunda. Það kom ekki til mikið að vandræða. Þetta er náttúrulega óþrifnari kringum þeir sem ekki hirða eftir sín dýr en til þetta í vandræða. En það má alveg fara aðra leiðir heldur en að fara í þessa breytingu. Við erum komið hunda eftirlitsmann, hann þarf á sín laun. Þannig að þarna býst ég við bólgum lið sem lendir á skattbreytum. Þannig að ég óttast þetta. Takk Páli fyrir. Þetta er ég sem gjör. Jórn, gjör svo. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég kannski bara velta fyrir mér það sama og Pála hérna hér að kemur auðvitað fylgir ekki þessari fundargjöf, þessi hugmynda gjaldskrá og heldur ekki kannski hugmyndir að þessari breytingu á samþykkt, en það væri kannski ágætt að fá bara smá samantekt á því, hvað þetta þýðir, hvað er hlutverki þessi staðasemta hennar hundaeftirlitsmann, kannski bara fyrir okkur svona smá upplýsingar það hvernig staða hundamála er þá í dag. Takk fyrir Jórn fyrir, ég veist að ég kom til svara þessu, svona að reyna það eins og ég get. Það er kannski langt mál að fara í rökveikjarnu, skoða fólk bara að skoða hana reglugerðina sjá hvað sem fylgir með. Þetta kannski grunnpunktinu svo að það er að steypa saman því reglur sem var hér
áður samþykkt 2007 og sett inn í hana, hún sem segir núna hunda- og kattareglugerð, það var ekki fyrir hunda síðast, það hluti af því, en var þetta gjaldskrárna, þá ég algjörlega ósammála sem kom fram í máli Páli, algjörlega ósammála því. Það akkurat þannig að þessi liður að kosta bæinn, það kostar bæinn að sækja yfir hundum allt og það eru hundaeigendur sem fyrst og fremst kalla eftir þessu. Það bara þannig. Mjög einfalt mál, við höfum fengið margoft fengið ábendingar og sendingar inn í ráðið það. En svo ég segja frá gjaldskránni, þá var það þannig að hún var tekin, það var ekki miðað eitthvað önnur sveitarfélög gera og svona í fljótum bræðum að segja að skráningargjald hunda 700 krónur og árgjald þar á öðru ári 5.000 krónur. Það ekki gert ráð fyrir að setja það inn í að hundar séu þessar hreinsanir og annað sem víða annar stað inn í þessu gjöldum. Það ekki þannig að þau þurfa hundaeigendur að gera það sjálf eins og þau eru flestir að gera. Og ég saman þessi kom með máli bæjarfulltrúar, langt flestir hundaeigendur og gælundir að annars sín gælundir vel og hugsa vel þau. En því miður það ekki þannig annað. Það líka þannig að gjald fyrir handsama dýr 7.500 krónur við fyrstu afhendingu innan 2 mánaða, önnur 11.250 og þriðja 22.500, þannig að það þessi stighækkandi eftir því. Það alveg óþolandi að bærin sé að verða fyrir útgjöldum þessu af því að það reynst einhverju hundaeigendur sem ekki standa sig eða gælundir sem ekki standa sig. Og þetta var líka við katta, við fengið ábendingar það. Þannig að ég skora bara á fólk að skoða gjaldskrána, hún sjálfsögð og reglugerðina, en hún í algjörlega í samræmi með það sem gengur gerist við öðrum sveitarfélögum sem við berum okkur saman við og ánægilegt þetta sem komið í fólk. Þetta var talað þetta í eitt af því fyrsta sem var inn á ráðinu, danska ráðsins sem þegar við tókum hana til starfa þar á 2006 og 2007 og loksins núna að líta dagsljós. Auðvitað er ekki þannig að við séum hundaeftirlitsmanni fullur starf, sjálfsögðu ekki þannig. Og hans laun eiga fyrst og fremst að sú þjónusta sem veitir á að dekka hann, það að segja það að handsama hund gjald sem hundaeigandi þarf að greiða, en ekki sveitarfélagið og ekki aðrir sem ekki eru við gæfandi. En þessi ágæti einstaklingur sem þarna var ráðinn, hann að sjálfsögðu í mörgum öðrum störfum, hann að hatta hjá umhverfis- og framkvæmdasviði og meðal hans meindýraeyðingu og slíkt, þannig að það ekki þannig að við séum að ráða okkur hundaeftirlitsmanni í fullt starf sem gengur eftir með háfa og keyrum og rauðum bíl og handsama hunda sem eru hérna að kúka hunda, heldur þetta hluti, líka hluti hans starf og það sem auðvist. Alltaf menna, bara svo það sé alveg skýrt og svona getur þetta skemmtilegt. Ég algjör ósamlega sem kom fram í máli mín skoða að gera Páli bæjarfulltrúa hérna á. Þetta hluti sem á að vera og það er að sjálfsögðu eigendur sem þurfa að gera. Þeir sem standa sig vel, þeir greiða árgjaldið, fá hundinn merktan, það er þá að kenni, hann er örmerktur og ef hann tekið þá er þetta koma hann til réttar eigenda strax. Og svo eru ákveðin hegningar hækkandi gjald fyrir það ef sami hundaeigandi eða sami gælundareigandi verður vísa því að missa hundinn eða gælundið sitt frá sér ítrekað innan 2 mánaða. Þannig að það er kannski það sem ég sagt með þetta. Orðið laust. Páli ekki sög. Forseti, ég ekki sammála þér í þessu máli og ég forseti talar að þetta séu hundaeigendur að kalla eftir þessi reglugerð. Þetta er ekki rétt. Það er örfáir hundaeigendur verið að kalla eftir þessi reglugerð og ég verið að segja 1 til 2. Og svo krafa, hún byggir nefnilega á ákveðnum misskilningi, vil ég meina. Því að fólk heldur að þetta leysi vandann sem það gerir ekki. Það skiptir engu máli hvort það séu þetta hundareglugerð eða ekki, hundar sleppa út. Bara eins það er öruggt að börnin okkar hella niður þegar þau eru að læra að drekka glasi, þá sleppa hundar út. Og það er mikið skaði skilið með því, svona yfirleitt ekki. En að minnstakosti þá er ég með um kenningu í þessum máli og forseti nefndi að það verði þá hægt að skrá hunda og örmerkja þá. Já, góðir hundaeigendur sem ég þekki, þeir eru með hundaristina skráða, þeir eru með þá tryggða, þeir eru með þá örmerkta og þeir eiga heimilislækni. Þeir fara á hverju einasta ári í læknisskoðun. Þetta gerir allt venjulegt fólk sem á hunda. Undantekningarnar, vil ég segja ykkur. Já, en leika þessu, þetta er staðan. Við þurfum að fara hundaeigendur, ég er hundaeigandi. Við þurfum að fara með hundan okkur og við þurfum kannski ekki
förum við hundar í læknisskoðun, þau þurfa að fá sína sprautur og sín lyf, bara þetta er lifandi dýr. Nefnum það, forseti, ég bið að hlusta á það sem að bæjarfulltrúinn er hér að segja, en kenningin sem ég hef í þessu máli og ég óska þess að formaðurinn hlusti á, ég bið varðhlusta ágæta forseta, sem að hann er hljóna. Það sem að kenningin sem ég vil segja frá, hún er svona. Út af því að það eru flest allir hundaeigendur að sinna þessu starfi að vera hundaeigendur. Og hundarnir eru að eiga lagi, þá eru þetta undantekningarnar sem eru til vandræða. Og í hverju lendir þessir aðrar sem að eiga hundar sem er hugsygjum? Þeir lendir í sektum. Já. Og hvernig fólk er það oft sem á hundar sem er hugsygjum? Það fólk sem er bara alveg saman sektum, það borgar ekki sektir. Þetta fæst ekki greitt. Þetta lendur á sveitarfélaginu, sveitarfélag átti sig á því, þessi kostnaður er bólna út, það þýðir ekki fyrir okkur að rukka alla góða hundaeigendur 7.000, við þurfum að hætta upp í 15.000. Þetta er þessi kenning útborgið lyf sem ég er að nefna, því að ég þekki alveg til í þessu málum, ég veit alveg hvernig þetta er. Þetta er einstaka mál og við þekkjum alveg þennan eina lausa hund hérna í Vestmannaeyjum sem gengur alltaf hérna og gerir ýmislegt eftir. Þú veist, við veitum alveg hvernig þetta er einstaka dýr. Þessi hundasamþykkt, hún er að lenda á öllum hundaeigendum og það munir allir þurfa að borga. Og ég er ósammála að það er verið að leggja svona skattaálögur á íbúana, þó þeir eru í hunda og hvað sem þeir eru að gera, að út af því að þetta er einhver yfirvaldsboð sem að þarf bara ekkert að vera. Þetta er bara ekki vandan. Þakkum bæjarfulltrúinn. Þetta er ekki svo. Forseti, ég er fylgjandi þessari reglugerð og ég tel það mjög mikilvægt að það sé reglugerð hundahald og ekki svo annað dýrahald í sveitarfélagi. Flest sveitarfélög á landinu hafa sett sér reglugerðir á borði þessa sem við erum núna að fjalla og þegar að slík skeri störf í sveitarfélögum sem eru mörgfalt af stærð per íbúa, þá má rétt ímynda sér mikilvægi fyrir sveitarfélag sem er rétt 12 ferkilometrar að stærð. Ég vil líka leiðrétta það sem hér kom fram í máli bæjarfulltrúans Pálu Borgþórsdóttur. Þetta er ekki skattur. Það er ekki verið að auka skatta á fólk. Þetta eru þjónustugjöld. Þú sagðir skattum. Þetta eru þjónustugjöld. Og mér þykir ekkert óeðlilegt við það að hundaeigendur greiði kostnað sveitarfélagsins við hundahald. Mér þykir heldur ekkert óeðlilegt, eins og ég sagði áðan, að það séu reglur hundahald. Hræðsla við hunda er algengasta dýrafælli sem til er. Það er ekkert annað dýr sem fólk er eins mikið hrætt við og hunda. Og það er þannig hér eins og víða að það er lausafranga. Og það er ekkert auðvelt fyrir fólk sem er hrætt við hunda að ganga þar sem hundar eru lausir. Það er okkur sem sveitarfélagi ber að sinna þessu. Það er óumdeilt. Hver á að greiða kostnaðina? Skulum við að halda kostnaðum í lágmarki. Ef að hundaeigendur eru ábyrgir og gætu upp á það að hundarnir séu ekki lausir, þá er ekki kostnaðar af þessu. Já, sko, ef að í ljós kemur að engin hundur er laus, þá er þetta að fella þetta ekki alveg niður. Þetta er til að mæta kostnaði. Við erum að samþykkja reglugerðina núna, við getum fellt af gildi. Það er ekkert sem við getum breytt af reglugerðina. Þetta er til að mæta þeim kostnaði sem við teljum að verði af reglugerðinni. Það verður afgangur. Þá getum við lækkað þetta. Ef þetta dugar ekki til, þá þurfum við að hækka það. Ábyrgðin liggur hjá hundaeigendum. Þakkum bæjarfulltrúinn fyrir. Tekur til öll ansvar. Orðið laust. Formaður Ríkisstjórnar. Þetta voru hitt að ná hérna síðasta fundi bæjarstjórnar fyrir jól og nýjárið. En ég ætla að taka undir margt sem kemur í máli Pálu Borgþórsdóttur bæjarfulltrúa.
þar sem að ég er nú hundaeigandi sjálf. Og ég fullvissi ykkur það að það er lítill kostnaður fallið á bæinn vegna hundsins mínsatara og ég held ég fullvitt að þeir báli, væntanlega enginn. En ég viðurkenni það líka að hundur minn hefur sloppið út og það mun þá kosta mig 7.000 skall næsta skipti þegar hann hleypur óvart út frá mér. Annars skipti 11.000 skall og þriðja skipti 22.000 skall. Það mætti kannski setja svo líka á gjald á börn þegar það voru engin úti. Þegar lögreglan hirði þau, þá voru send bara på lögreglustu og svo getur foreldrinn komið og sóttu og þá borgaði 8.000 skall þegar það rosaði út úr prísundinni. En þetta er svona satt í ganni, með ganni málu. En ég held að þetta sé nú kannski fullnátt gengið í þessari gjaldskrá. Það mætti hafa þetta mun hóflegra gjald, svona meira svona til málamiðlunum heldur en hitt. En annars er ég sammála því að það eiga á að hafa reglur og það voru setta reglur á hérna árið 2007 og ég borgaði skráningargjald og ætlaði að borga árlegt gjald eftir það en það kom alltaf neitt séðill. Þannig að þetta verður kannski eins og þetta, ég veit það ekki. Þökkum Páli Marvin fyrir. Þökkum Páli Marvin fyrir orðið laust. Ef að engin kvöðu sér ljós, þá held þessi rétt að við göngum svo aðgáðan þennan fyrsta lið í fundargerðinni sem er í fundargerð umhverfisskipulagsráðs frá 8. desember. Og rétt að segja það, skráning eftir 7.000 krónur, árgjald þar eftir á öðru ári 5.000 krónur, handsaman fyrsta afhending dýrs sem að stelpur 7.000 krónur. Það er til að benda bæjarfulltrúum á það, Páli Marvin, af því að ég hef nú sjálfur lent í því að fara í leitir af títrendum nágrannahundi mínum kynna og að sjálfsögðu ef að Páll Marvin eins og hann hefur oft gert nálgast nær að endurheimta sem stórkostlega fjörvætling að þá að sjálfsögðu þarf ekki að greiða fyrir það. En ef að bæring þarf að gera það, líka þeirri kostnað, þá er eðlilegt greiði fyrir það og það sé alveg skýra. Orðið er laust. Göngum atkvæði þeir sem eru samþykkið eftir fyrsta lið vígslunarskilmerki. Ykkur móti? Þú þurftum að gera grein fyrir atkvæðinu. Já, kjósum. Það sagði þetta 7 atkvæði, menn Páli gerir grein fyrir atkvæði. Forseti. Já, þráttur að ég sé búin að gera athugasemdir við það að vera að setja hérna reglugerðir og búið til nýjar álögur á íbúana hérna. Hundaeigendur, íbúana sem eru hundaeigendur, að þá hérna er ég ekki á móti þessari reglugerð per se og þessi gjöld sem eru þarna vissulega mættu vera lægri og ég er sannfærð um það að það menni eftir að sjá ýmislegt gerist þess að byggast ekki við og ýmislegt sem að passa með minna kenningu sem fór yfir í það en einhvers vegar þá er ég ekki á móti þessari reglugerð sem slíkri. Ég gerir mig grein fyrir því að þetta er það sem öll sveitarfélög eru að gera og þetta er það sem að íbúar kalla eftir en ég get varhuga við því að menn passi fjárhæðirnar í þessu því þetta hefur bara tilhneigingu til að bólna út og það er ekki rétt sem að bæjarstjóri sagði hér áðan að gjöldin eru felld niður og það er engin kostnaður ef hundarnir sleppt ekki út. Það er ágætt. Það borga allir. Líka hundar sem eru borgið glugga. Þá líka ekki gjald fyrir það. Og erum við sagt? Forseti, ég ber með mig þá óskað meirihlutin lífið fram að fullyrðið ekkert. Það sem ég átti við þegar ég talaði um það að gjöldin myndi fyrst og fremst velta á hundaeigendum. Það er það að ef að sveitarfélagið hefur engan kostnað af þessum dýrum, þá er þetta að lækka þetta. Og ef engin hundur í Vestmannaeyjum þá meira sett að fella þetta áfæri niður. Það er svo einfalt. Við skulum halda þetta til haga að það eru til sveitarfélög þar sem að svona dýrahald er einfaldlega bannað. Þetta er ekki sjálfgefandi. Sveitarstjórnum er í sjálfsvald sett hvort þau leyfi dýrahald á borð við þetta. Og það er kannski til marks þá ábyrgð sem að dýraeigendur bera. Og það getur
ber á flakk á meðan. Og ég nú þekki það því að ég hef oft sinnis passað dýr af þessari tegund og er nú það ábyrgur að það hefur ekki sloppið frá mér löngum tímum en eins og ég er að reyna að leggja áherslu á að þá er kostnaðurinn sem sveitarfélagið hlýtur af þessu dýrahaldi, ég tel hann að greiðast af þeim sem dýrin halda og öðrum ekki. Þökkum bæjarstjóra fyrir og þökkum hann fyrir. Þá er það aðrir liðir fyrtingarni, það er liðir 2 til 5. Vilja bæjarstjóra ræða eitthvað af þeim. Ef svo er ekki göngur til aðgöðan á alla hér í einu, þeir sem er samþykkir liðum 2 til 5 í svona skilmerki. Það er samþykkið með 7 atkvæði. Þá er ekki fyrir þetta fundarins, þetta var síðast reglulegi fundur bæjarstjórnar á árinu og ég vil nú tækja fyrir að óska bæjarfulltrúum starfandi fundarins og áheyrendum gleðilega jóla og farsældar á komandi ári. Næstu reglulegi fundur bæjarstjórnar verður haldinn hér í sali Einstofu í Safnahúsi 5. 16. janúar og gert ráð verið hefði klukkan 1800. Ég vil þakka starfsmönnum fundarins og ritara út í fólki fyrir þeirra vinnu, áhverjum til fjær, þetta skiptir samveruna, segir sem 1481. fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja slitið og klukkan er 19:08.